Við byrjum hins vegar á málefnum Framsóknarflokksins en í gær var hinn 33 ára Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kjörinn formaður eftir stutta kosningabaráttu. Sigmundur, sem skipulagshagfræðingur að mennt, segir tímabært að færa flokkinn lengra til vinstri á ný. Samstarfið við Sjálfstæðisflokkinn hafi skaðað ímynd Framsóknar. Nýir tímar og nýjar áherslur muni hins vegar færa Framsókn meira traust. Sindri hitti Sigmund í dag. Sigmundur, þetta var nú bara hallabylting. Það má kannski orða það þannig, já, þetta var óvænt að því leyti að grasrótflokksins eða almennir flokksmenn tóku þarna völdin. Ástæðan væntanlega sú að menn vildu sýna með mjög áþreifanlegum hætti að þeir hefðu sagt skilið við fortíðina. Það alveg ljóst að þetta algjört uppgjör við fortíðina og það var greinilega mikil undirliggjandi krafa þarna á þessu þingi að skilja algjörlega við fortíðina en það var forustan algjörlega endurnýjuð. Það má svo veltaði fyrir sig hvað þýðingu þetta hefur fyrir Framsóknarflokkinn út í þjóðfélagið. Hann náttúrulega verið að mælast afskaplega illa í könnunum undanfarið, verið langt undir kjörfylgi og þrátt fyrir að það hafi nú ekki verið mikið en það tapaði flokkurinn talast miklu í síðustu kosningum. En það má þá spyrja sig hvort að kjósendur séu þá tilbúin til að gefa þessum nýja Framsóknarflokki tækifæri. Aðalatriðið nú held ég að skipta ríkisstjórn sem fyrst. Að sjálfsögðu kæmi það sér vel fyrir flokkinn að hafa tíma til þess að stilla saman strengi og eftir að fara í rúmlega 80 félög Framsóknarflokksins til að hitta þar fólk og er ágætt að hafa tíma í það. En þjóðin held ég getur ekki beðið mikið lengur. Ég hef þetta setið talsverða pressu á aðra flokka og geri kröfu einhverja endurnýjun þar. Með hvaða flokki myndirðu vilja fara í stjórn? Já, ég held að stór hluti Framsóknarmanna telji að flokkurinn hafi farið ómikið til hægri á síðustu árum. Farið illa út úr ríkisstjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn. Þannig að það sé áhugi á því mikill að líta frekar til vinstri. En það er ekkit útilokað í þessu, engar ákvarðanir teknar fyrir fram. ESB og evran, lítur þetta alltaf betur og betur út fyrir Framsóknarmönnum? Já, ég hef nú lagt áherslu á það eins og flestir Framsóknarmenn sem hafa tjáð sig þessi mál að Evrópusambandsaðild sé ekki töfralausn en það tæki það langan tíma og nú erum við að fást við bráðavanda sem má ekki bíða í margar vikur, hvað þá mánuði. Nú Sigmundur Davíð ekki á þingi, ekki erfitt fyrir formann flokksins að vera ekki á þingi? Jú, það getur verið erfitt ef það kemur til með að líða langur tími. Þetta verður kannski alltaf lægi að það verður kosið í haust eins og margir að tala en ef það verður ekki kosið fyrir eftir rúm 2 ár þá held ég að það getur verið mjög flókin staða fyrir formann flokks að hafa ekki aðgang að Alþingi. Ég er ekki einu sinni búinn að taka ákvörðun hvað ég færi í framboð til þings, menn eru farin að spyrja mig það núna í hvaða kjördæmi það yrði. Ég var ekkert að velta þessum þingmálum fyrir mér fyrir bara í gærkvöldi, fannst það nánast óviðeigandi. Svoleiðis að þessar þingspurningar ég get ekki svarað þeim strax. Það hefur verið illa talað Framsóknarflokkinn og þegar að slík skriða farin að stað í umræðinni þá oft erfitt að snúa henni við, þannig að þetta verður undið upp á sig frekar en hitt og flokkurinn oft fengi gagnrýni fyrir hluti sem hann gerði með Sjálfstæðisflokknum en Sjálfstæðisflokkurinn sloppið. Þrátt fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn hafa oft á tíðum verið leiðandi í þessum sömu hlutum. Hvers vegna ert þú rétti maðurinn til að rífa upp fylgi og traust á flokknum? Já, vegna þess að flokkurinn sýnir með þessu, með því að kjósa mann sem var nánast utanaðkomandi, að hann tilbúinn að skoða allt upp á nýtt. Flokkur sem breytir sjálfum sér og þeim aðferðum sem hafa verið notaðir í íslenskum stjórnmálum áratugaskeið, breytir þeim svona gjörsamlega. Hann hlýtur að vera tilbúinn að skoða allt annað í samfélaginu frá grunni og breyta því eftir þörfum og gera það betra. Þú ert að fá þér hundir það ekki hundur eins og Bandaríkjaforseti verðandi á? Ég veit reyndar ekki hvernig hund hann á en það vill svo til að ég hef búinn að gefa loforð á heimilinu það kemur þær hundur ef að ég yrði formaður Framsóknarflokksins og taldi nú litlar líkur á því að ég þyrfti að standa við það. En svona þetta, það verður ekki eftir snúið núna. Viltu trúin á sjálfan var ekki meira en svo? Já, þetta loforð var gefið fyrst eftir að þessar hugmyndir kom upp og áður en raun ég fór að taka þær alvarlega. Þannig að ég taldi nú litlar líkur á því að þetta færi alla leið á þeim tímapunkti. Einungis einu mánuði eftir að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hóf afskipti af stjórnmálum var hann kjörinn formaður Framsóknarflokksins. En þrátt fyrir að margir túlki kosningu hans sem svo að flokkurinn hafi hafnað gamla flokkseigendafélaginu og uppsíður runnir 9 tímar í Framsókn, ljóst að hans bíður erfitt verkefni og Sigmundur Davíð sestur hjá Sigmari. Sigmundur, vertu velkominn. Takk. Og til hamingju með kjörið. Takk fyrir. Hvernig má það gerast að maður sem er búinn að vera einn mánuð skráður í flokk allt í einu orðinn formaður hans? Hvernig getur það gerst?
Já, í fyrsta lagi held ég að menn hafi nú treyst því að ég væri raunverulegu framsóknarmaður og hefði alltaf verið, enda ávallt talað á þeim nótum. En þetta snýst fyrst og fremst það held ég að menn vildu sýna með mjög afgerandi hætti að flokkurinn hefði sagt skilið við þessa umdeldu fortíð. Ímynd flokksins var náttúrulega gríðarlega slæm og hvort sem að það var með réttu eða röngu, þá vildu menn bara leggja það til hliðar og byrja algjörlega frá grunni. Og jafnframt að sýna það að flokkur sem væri til í að fara algjörlega nýja leið sem hefur aldrei áður verið farin í íslenskri pólitík og endurskoða sjálfan sig og hvernig hann vinnur, sá flokkur hlyti að vera tilbúin til þess að endurskoða allt annað í samfélaginu. En sumir hafa nú leitt að því rökum að þú sért kannski partur af gamla flokkseigendafélaginu í gegnum pappaðinn sem var nú á þingi fyrir Framsóknarflokkinn. Er eitthvað, má ekki alveg búa til þá tengingu? Já, sko, hún kannski helsti langsótt í að ef hann var lengst af flokkaður, þá var hann yfirleitt flokkaður í Steingrímsliðinu svo kallaða og ég held að Steingrímur Hermannsson hafi ekki verið talinn með þessu flokkseigandafélagi sem þó nokkuð svona óljóst hugtak. En það var ýmsar kenningar verið settar fram, það var ekki vantað síðustu vikurnar og ýmsar sögur líka skaldaðar mig á netinu. En það er víst fylgifiskur þess að vera að blanda sér í stjórnmál. Já, en að því að við erum stödd á þessum stað, íslenska þjóðin, og það er rosalega hávær krafa kosningar. Hvar stendur nýr formaður Framsóknarflokksins í því öllu? Vilt þú að það veri kosið strax? Já, ég tek sjálfsögðu undir þá kröfu. Það þarf að kjósa, fá hérna nýja ríkisstjórn. En jafnvel þó verið kosið í vor, þá er of langt í það. Við getum ekki beðið það lengi með að taka á þessum brýna efnahagsvanda hérna innan lands, sem einhverjum skuldir heimilanna og staða fyrirtækjanna í landinu, sem eru að mestuleyti bara á leiði þrot. Þannig að það má engan tíma missa í því. Og þar leiðandi verið fyrsta verkefnið núna að hitta þá sem best þekkja til á þessum sviðum sem mest mæðir á og setja saman útlistaðar tillögur það hvað hægt að gera. Framsóknarflokkurinn er reyndar langt kominn með það eftir flokksþingið en þetta verður nánar útlistun sem að ég mun svo leggja til við þingflokkin að við bjóðum ríkisstjórnarflokkurum, báðum eða öðrum hvorum að styðja þá í. Þetta getur falið í sér erfiðar ákvarðanir og stjórnin virðist vera smeyk við að taka erfiðar ákvarðanir eða taka nokkrar ákvarðanir. Hvað viltu þá lulla þér einhvern veginn bakteramegin inn í stjórnarsamstarfið? Nei, einmitt ekki að taka þátt í stjórn, heldur að veita stuðning ríkisstjórninni án þess að hafa völd, svona nokkurs konar minnihluta stjórnarstuðningur, þó reyndar í þessu tilviki þá hafi stjórnin og tölvuna meirihluta. Svona í mönnum talið. Já, en þú talar þá þarna að styðja ríkisstjórnina í þessu. Núna hafa Vinstri grænir til dæmis verið mjög afdráttarlausir með það að þeir vilja ekki starfa með þessum flokkum, jafnvel þótt að upp úr stjórnarsamstarfinu slitni, nema að það verði kosningar í millitíðinni. Hvað segir það? Já, afstæða mín allavega er svo að við getum ekki beðið fram að næstu kosningum sem að í fyrsta lagi verða kannski í apríl. Það er einfaldlega langur tími og heimili og fyrirtæki get ekki beðið það lengi. Svoleiðis að það þarf að sýna einhverjar aðgerðir eða allavega aðgerða áætlun strax. Og ég væri til í að styðja við það. Já, en hvað, þú stendur núna utan þingsins og það nú talað það og hafa margir bent á það, það geti verið svolítið erfitt. Við vitum ekkert hvernig það verður kosið, það verður kannski ekki fyrir eftir langan tíma. Ert þú þá ekki svolítið áhrifalaus formaður vegna þess? Já, þetta henta mér nú ágætlega því leyti að sem svona nýr maður í flokksstarfinu sem má segja þá verði að byrja því að kynnast flokksmönnum og þeim mikla fjölda sem ég ætla að vona að gangi til liðs við flokki núna þegar maður sjá að þetta sé vettvangur breytinga. Svoleiðis ég er núna á næstu vikum og mánuðum vantanlega að fara landið og hitta öll félög Framsóknarflokksins, það eru meira en 80 félög í flokknum og það mun fara mikill tími í það og stilla saman strengi og byggja flokkstarfið. Fá einn sem mest af nýju fólki því að ef fólk vill breytingar og vill nýtt Ísland og nýtt og betra samfélag þá fyrir alla muni viljum við að það komi með í þá vinnum í Framsóknarflokknum. Já, engu að síður, það er svo stór hluti á hinni pólitísku umræðu sem fer fram inn á þingi. Það hlýtur að vera bagalegt fyrir þig að vera ekki þar, jafnvel þótt þú hafir þá fyrir vikið meiri tíma til þess að sinna flokkstarfi. Það er mjög gott fólk í því að standa vaktina þar, svoleiðis að ég hef ekki ágjörð af því, en ég get nú vonandi fengið einhvað að kommenta á stöðumála hér eða annars staðar í fjölmiðlum. Já, við skulum sjá hvernig það verður, en þú ert náttúrulega svolítið óskrifað blað hvað varðar þína eigin persónulegu stefnu. Þú ert náttúrulega framfylgja stefnu Framsóknarflokksins sem liggur fyrir eftir þetta þing. En hvað segir þú sjálfur nokkur svona erfið mál sem að Framsóknarflokkurinn hefur staðið í? Ef við til dæmis tökum virkjana og umhverfismálin, vilt þú að það verði haldið áfram að virkja hér með þeim hætti sem að Framsóknarflokkurinn hefur staðið fyrir á undanförnum árum?
Já, það fyrir eftir hvað átti með þeim hætti sem Framsóknarflokkurinn hefur staðið fyrir mörgum Framsóknarmönnum. Stórum hluta Framsóknarflokksins þykir mjög leiðinlegt hvernig ímynd flokksins hefur breyst í umhverfismálum. Þetta var alltaf mjög umhverfissinnaður flokkur, alveg frá tíð allavega Eysteins Jónssonar og mikil áhersla lögð á náttúru Íslands og landgræðslu og skógrækt og slíkt. Og þar eigum við að auka mjög við, að mínum mati. En hvað varðar virkjanir, þá stöndum við núna frammi fyrir því að það möguleiki á að það verið byggð 2 ný álver. Ef sá möguleiki fyrir hendi, þá þjóðinni fyrir stöðu að við getum ekki deilt það hvort eigi að gera það ekki. Við þurfum nauðsynlega á allri atvinnuuppbyggingu sem fyrir hendi að halda, svo að þeim framkvæmdum ætti að ljúka. En til framtíðar þá þarf að marka stefnu það sem að náttúran látið njóta forgangs. Já, en hvað segir þannig að þú myndir þá styðja álver í Helguvík? Þú myndir styðja álver í Bakka eða hvað? Já. Myndir gera það afdráttarlaust. Hvað með En það það nú umhverfisins orka eða skaðir umhverfisins því held ég mjög lítill með þau áform sem þær upp orkuframleiðslu. En nú hefur Framsóknarflokkurinn sterkar rætur í sveitum landsins og var skilgreindur sem bændaflokkur lengi vel. Þeir sem að gagnrýna Framsóknarflokkinn hafa sagt að hann standi í vegi fyrir ákveðnum framförum og standi vörðum þunglamalegt, erfitt og dýrt landbúnaðarkerfi. Vilt þú stokka þar upp? Sko, nú Framsóknarflokkurinn allt og lengi búinn að láta setja sig í vörn út af landbúnaðarmálum og það kemur í ljós að þessi krata hagfræði svo kallaða sem að landbúnaðarmál hafa verið metin eftir einfaldlega röng. Við þurftum gjaldeyriskreppu til að sýna okkur fram á þá grunnstaðarind að það sem að endanlega skiptir máli í efnahagsmálum það sem kemur inn í hagkerfi og fer út úr því. Og nú skiptir okkur öllu máli hvaða gjaldeyri við töpum. Þar af leiðandi mjög ósanngjarnt að bera saman verð á vöru sem keyptir frá útlöndum og innlendri matvöru. Þeir peningar sem fara í innlendu matvöruna, þeir halda áfram hér í hagkerfinu í hringrás þess og skapa uppbyggingu annars staðar. Þeir peningar sem notaðir eru til að kaupa mat utanfrá, þeir eru farnir og það þarf aflaðar einhvers staðar annars staðar í staðinn. Svoleiðis að íslenskur landbúnaður eyðir ákaflega litlum gjaldeyri, það tapast lítið út úr landinu. Þannig að framleiðsla hér með íslenskum landbúnaði ákaflega æskileg og hagkvæm og við höfum að efla íslenskan landbúnað. Núna hljómar nákvæmlega eins og Guðni Ágústsson það ekki? Nei, Guðni hafði rétt fyrir sig með íslenskan landbúnað þegar hann stóð vörð hann og við sjáum það núna. Nú eru meira að segja miklir frjálshyggjumenn í Sjálfstæðisflokknum farnir að tala það að aldrei aftur verði gert grín að Framsóknarflokknum fyrir að tala matvælaöryggi. Það eru mjög viðsjárverðir tímar framundan. Við viljum ekki vera öðrum þjóðum háð með innflutninga á matvælum. Nei, en getur það ekki lækkað matarkostnað heimilana að auka innflutning á landbúnaðarafurðum eins og menn hafa verið að berjast margir fyrir hérna lengi vel? Á endanum tapar samfélagið á því vegna þess að þá erum við að henda gjaldeyri í það að flytja matvæli sem við getum framleitt heima. Og ég hef haldið þessu fram frá því að ég byrjaði í háskólanum og fékk nú þá bátt fyrir, þetta átti ekki upp á pallborðið þá, menn hugsa sem svo, já en ef við flytjum matinn inn, þá getur fólki sem ella hefði hér verið í matvælaframleiðslu og landbúnaði, það getur starfað einhvað annað og skapað meiri verðmæti þar eins og til að mynda í fjármálaþjónustu. Núna held ég að íslenska fjármálakerfið sé búið að tapa meiri penningum heldur en hafa farið í matvælaframleiðslu á Íslandi í heila öld. Og það ekki tap, það bara þeir peningar sem var fjárfest í matvælaframleiðslunni. Þannig að þessi gamla frjálshyggja hagfræði bara á ekki við lengur. Nei. Þú hefur sagt í dag og í gær að þú lítir svo á að Evrópusambandið sé ekki brýnasta úrlausnarefni stjórnmálana. Á maður að skilja þau orðin sem svo að þú sért svolítið tregur í þessum ESB-taumi? Það mjög hættulegt hef ég tekið eftir að tjá sig nokkuð Evrópusambandið því að hvað sem maður segir þá maður annarkvort flokkað sem harður andstæðingur þess eða mikill fylgismaður. Í þessu tilviki var ég bara að segja nákvæmlega sama og ASÍ var að segja í fréttum hérna áðan. Það eru nokkur grundvallaratriði eins og staða heimilina sem þarf að taka á fyrst. Og á meðan að ekki búið að leysa úr þeim málum, þá getum við ekki farið í Evrópusamband aðildarviðræður. Og það hefur verið mjög óheppilegt í rauninni hvernig ríkisstjórnarflokkarnir, sérstaklega þó Samfylkingin, hafa komist upp með því að drepa málum á dreif með því að tala stöðugt Evrópusambandið eins og það að leggja umsókn þar mun í skyndingu leysa öll okkar vandamál. Ef við ætlum að fara í viðræður við Evrópusambandið, þá verðum við fyrst að vera búin að sýna fram á það, íslensk stjórnvöld, að þau hafi einhver áform það hvernig að leysa úr þessum brýna vanda. Bara svo ég umorði þá spurninguna, viltu ganga í ESB? Það fyrir allt eftir hvað í því fælist. Við ætlum að kanna það. Framsóknarflokkurinn búin að samþykkja tillögu að
aðildarviðræður við Evrópusambandið. Og þá ertu til í að samþykkja það ef það verður gengist á öllum okkar skilyrðum sem að þið leggið þarna fram á þinginu? Við leggjum fram ákveðin skilyrði og það væri mjög áhugavert að heyra frá öðrum flokkum sem að gagnrýna þessa leið. Hver af þessum skilyrðum þeir tilbúnir að gefa eftir? Hverju ætla þeir að fórna til að komast inn í Evrópusambandið sem við viljum ekki fórna? Við skulum sjá hvernig fer. Takk fyrir komuna. Takk.